Rannsóknirnar snúast það að meta virði gæða sem eiga sér ekkert markaðsverð og að hreinlega meta virði þessara gæða í peningum talið. Hvert til dæmis virði heilsunnar? Hvert virði félagslegra tengsla, samveru með fjölskyldu, vinum? Hvert virði öryggis? Hvert virði þess að búa við öryggi frá til dæmis ofbeldi eða öðrum glæpum? Hvert virði náttúrunnar, loftslagsgæða og svo framvegis? Þetta eru allt gæði sem eru gríðarlega mikilvæg fyrir velferð fólks en eiga sér ekkert markaðsverð. Og þess vegna viljum við reyna að meta virði þessara gæða til þess að það megi styðjast við það verðmat þegar ákvarðanir eru teknar. Aðferðin er kannski einfaldast að skýra með dæmi. Ef við viljum vita hversu mikils virði er að búa ekki við sársauka. Og þetta er ekki dæmi sem er úr lausu lofti gripið, þetta er rannsókn sem raunverulega hefur þegar farið fram innan rannsóknarhópsins. Við metum hversu mikil áhrif sársauki hefur á velferð einstaklinga. Og síðan metum við líka hversu mikil áhrif hafa tekjur á velferð einstaklinga. Og ef við vitum þetta tvennt, þá getum við reiknað það út að ef að einhver fengi sársauka, þá dregur úr velferðans. Hvað þurfum við að veita honum mikið fjármagn til þess að vega upp á móti sársaukum? Við segjum oft, heilsan er ómetanleg, náttúran er ómetanleg. En í rauninni, þegar betur er að gáð, er það ekki þannig ef að heilsan veri ómetanleg. Þá til dæmis hefði ég ekki komið keyrandi hingað í dag. Ég kom keyrandi, það er ekki það besta fyrir heilsu mína, en ég greinilega ákvað að einhver önnur gæði væru mikilvægari heldur en þessi heilsufarsaukning sem þessi göngutúr hefði skilað. Það sama á við opinbera aðila. Við setjum ekki alla fjármuni hins opinbera í heilbrigðismál. Það eru aðrir þættir sem skipta okkur líka máli. Við ákveðum að hafa þjóðleikhús. Þjóðleikhúsið kostar einhverja heilsu og eitthvað líf. Í þeim skilningi að við hefðum getað sett það fjármagn í að búa til líf og heilsu. Nú geta einhverju sagt að kannski er það gott fyrir heilsu fólks að hafa þjóðleikhús, en þau áhrif, þau eru samt miklu minni heldur en áhrifin ef við hefum sett fjármagn beint í að búa til heilsu og líf. Þannig að í rauninni þegar svona betur skyggnst bekki og þegar við horfum á raunverulegar ákvarðanir fólks, þá hagar það sér ekki þannig eins og neitt af þessum gæðum sem við vorum að fjalla séu í raun ómetanleg.